Kór Lindakirkju og frábærir einsöngvarar gefa þeim gott klapp. Mikið svakalega gaman að sjá ykkur svona mörg hérna í kvöld. Ég nokkuð viss að þau sem að sækja Lindakirkju alltaf svona reglulega alveg steinhissa á öllu þessu unga fólki hérna og hugsa ábyggilega, ekki fermingarnar búnar eða? En nei, þær eru vissulega búnar þetta árið, en við erum fann þegar að huga fermingum næsta vors og hér í kvöld sérstök svona kynningarmessa á okkar starfi fyrir verðandi fermingabörn og auðvitað þeirra fjölskyldur. Má ég sjá, vil ég rétt upp hönd sem eru að fara að fermast næsta vor? Vá, gaman að sjá ykkur, frábært. Við viljum kynna fyrir ykkur bara þessar skemmtilegu messur hérna hjá okkur á sunnudagskvöldum og bara hingað gott að koma og það fullt nefnilega af krökkum sem að halda bara áfram að mæti messu í Lindakirkju eftir fermingar. Ég vona að þið gerir það sem flest. Nema hvað, við ætlum að
þetta verður svolítið í þeim anda að kynna fyrir ykkur starfið hérna í Lindakirkju í kvöld, en við ætlum að hafa sérstaklega kynningafund strax að lokinni messu hér í kirkjunni. Þannig að þið haldið bara kyrru fyrir fermingarbörn og ykkar fjölskyldur og þá fáið þið að vita meira. Við verðum að kenna, ég ætla aðeins að segja frá því, við verðum að kenna næsta vetur. Ég heiti Guðmundur Karl og er kallaður Gummi Kalli, og svo Guðni Már og Dís, og svo kemur hún mikið að kennslunni, hún Áslaug Helga, djáknin okkar, sem er nú mjög oft áberandi hérna í kórnum, en er ekki með okkur í kvöld, vegna þess að núna er hún út í Basel, hún er svona mamma væpstrákana, fyrir þau sem ekki vita, og þau eru þar ábyggilega bara á róandi. En við sjáum hvernig það fer. Nema hvað, við förum yfir öll þessi atriði á eftir varðandi hvenær þið að mæti fermingarfræðsludagana í ágúst og allt þetta. Á fundunum, ég ætla ekki að vera að þreyta annað fólk með því, nú skulum við bara syngja næsta sálm. Er það ekki rétt hjá mér? Það eru upphafsbænin. Já, ég kann það. Þú ert búin að vera svo lengi í burtu og Ítalíu. Já, einmitt. Það er verið að reyna að afsaka mig hérna. Þetta er fyrsta messa mín núna bara í næstu því ár, sko. Ég er búin að bara nýkomin heim aftur frá Ítalíu. En það er engin afsökun. En við skulum signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapari minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð erist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn hér það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen.
þá komið að miskunnarbæn og þá bið ég fyrst og svo bið ég þið með sömu orðum. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Og þá segi ég, dýrsi Guði í upphæðum og þá rísi þið öll á fætur og svarið friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Getur einhver rétt upp hönd sem að veit úr hvar þetta í Biblíunni? Hvar þetta sagt? Vitið það? Ja, Guðni veit það. Þetta nefnilega, engin hönd upprétt. Þetta úr jólaguðspjallinu í Lúkasi. Þetta það sem að englarnir syngja á jólanóttina. Dýrsi Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Og þarna stöndum við á fætur og þarna erum við að sýna Guði virðingu með þessu, alveg eins og til dæmis ef við förum á tónleika og það frábær söngvari, þá stendum við á fætur og klappa fyrir og þetta eiginlega það sama. Og svo syngjum við áfram til lofar Faðir, líf og önd og það svona lofgjörð til Guðs. Tökum vel undir hana, segi. Spurningum að breyta þessu í setjist nú. Nú komið að ritningalestrum og við ákvaðum svona í tilefni þess að þið eru með þessa kynningamessu fyrir fermingastarfið að vera með svona ritningavespara sem við notum, sem að þið lærið vonandi og sem að við notum í fermingarmessunum. Og þetta vers hérna sem að ég ætla bara að fara með, þetta væri flottara bara að lesa úr þessari fallegu bók hérna Biblíunni, en mér þykir svo vænt þessi 2 vers að ég ætla bara meira að fara með þau. Og fyrra versið úr Gamla testamentinu og það úr spádómsbók Jeremía og vitið þið það, ef að ég og Kami kona minn gefum fermingarbörnum gjafir, þá skrifum við bara alltaf þetta vers inn í kortið þeirra. Og það svona, því að, já, nákvæmlega, því að ég hef fyrir, rosalega skrítið hvernig ég get blokkarast maður. Já, ok, þetta er komið. Já, ég sagði við Dísa, ég ætla bara að segja, já, ég þekki sjálfur það fyrir sem ég þykir ekki með yfir og svo framvegis. En svo bara stendur maður hérna og svo, já, en þetta allt í lagi, ég verð 60 ára næsta ári og ég hef lent í þessu með faðirvorið líka. Það var verra. Hérna bænina sem drottning kendi, Guð, en áfram með það. Svona versið. Því ég þekki sjálfur það fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla, en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og nú ég nokkuð viss að einhverja fermingarbönnum, hvað þýðir þetta? Fyrirætlanir, það bara það sem Guð ætlast fyrir með okkur eitthvað gott. Að Guð hefur gott í hyggju fyrir okkur. Svo það oft sem að við veljum eitthvað
annað eða einhver kannski velur eitthvað annað vont fyrir okkur. En Guð hefur alltaf góðar fyrirætlanir með líf okkar. Seinna versið miklu einfaldara og ef ég gleymi því þá ég í vandræðum. En það fyrsta Jóhannesarbréfi og það svona og í sama anda: Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Við hér í Lindakirkju viljum endilega alltaf að fólk syngi svolítið með og við völdum næsta lag svolítið fyrir ykkur líka og eldra fólki foreldrar ekki að kunna eflaust þetta lag. Þetta lag Jóa G. Jóhanns, Traustu vinur, góður boðskapur. Syngið endilega með, þið treystið ykkur. Já, þá með þið sem auðvelt með rísa á fætur og heyrum heilagt guðspjall. Og ég ætla bara að lesa úr símanum mínum líka til þess að sýna ykkur, krakkar og foreldrar, að Biblían aðgengileg í símanum, bæði gegnum Biblíuappið og á biblian.is. Það bæði hægt að lesa Biblíuna og hlusta á hana, ef mann finnst það betra. En guðspjallið sem ég ætla að lesa í dag úr Matteusar guðspjalli og hljóðar svo: Þér eruð salt jarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist,
Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannanna að þeir sjáu góðverk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Og við skulum standa áfram og játa saman trún okkar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, að senka son, drottinn vorn, sem getur á heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen. Þá megið þið fá okkur sæti. Já, og ég ætla að fá að kynna, við erum með atriði hérna núna. Það eru hjón sem eru vel þekkt hér í hverfinu og Íslandi líka. Verslunarmannahelgina þá bjóða þau alltaf upp á brekkusöng hérna í Salahverfi, en þau eru líka alltaf hér á sunnudögum með sunnudagaskólan, eða langoftast ásamt öflugum sunnudagaskólakennurum, og Regína sér hér foreldramótna fyrir þau sem ekki komið með börnin sín til dagmömmu eða leikskóla, og vinna gott starf hérna fyrir kirkjuna, og þau ætla nú að syngja fyrir okkur 2 lög. Það eru Svenni Þór og Regína Ósk. Gefum þeim gott klapp. Hann komið 1, 2, 1, 2. Gott kvöld, gaman að vera með ykkur í kvöld. Eins og hann sagði, þá erum við sérst hjón sem við erum búin að vera í tónlist í mörg ár, og við höfum samt ekkert verið voða mikið saman 2 fyrir svona síðustu hvað, Svenni? 3-4 ár? Eitthvað svoleiðis? Og ákváðum þá bara að því að það eru 20 ár síðan við sáumst fyrst að gera plötu. Það átti bara að vera 1 lag en endaði í 8 laga svona EP-plötu sem kom út á Spotify núna í febrúar, og leiðinni til landsins vínilplata því okkur langar svo, við höfum aldrei sungið á vínilplötu. Ég náði því bara ekki. Ég var aðeins á sein, ég var bara á gestdisku. Og við ætlum að blása til svona útgáfu tónleika í Salnum núna í Kópavogi 28. maí. Þetta miðvikudagurinn fyrir uppsetningardag og væri gaman að sjá sem flesta, og þar ætlum við að flytja lögin á plötunni, og viltu kannski koma á stað? Nei, ég vanið þessu. Okay. Veltu bara áfram. Og svona fleiri svona ástardúetta, því að platan inniheldur sérst 8 ástardúetta, og svo bættu við inn svona lögum sem við höfum gefið út í gegnum tíðina, og svo bara lögum sem okkur finnst skemmtilegast að syngja. Einmitt. Þú þarfst að útskýra þetta, einmitt, já, elskan. Þú hefur rétt fyrir þér. Já, sko, þegar við giftum okkur, þá var hann Bjarni prestur sem að gifta okkur. Bjarni Karlsson. Já, og hann sagði við mig, ég var hérna náttúrulega mjög ungur þegar við kynnumst, og hann segi við mig, já, Svenni minn, að ef við get gefið þér 1 ráð til þess að fylgja svona í gegnum lífið, og í hjónabandinu, þá það þetta, rétt hjá þér. Mundu þessu orð, og þá gengur bara mjög vel í þínu hjónabandi. Já. Ég hef svona reynt að fara eftir því bara. Já, við erum allavega búin að vera, saman í hvað? 19 ár, gift í 17. En það samt 20 ár sem við sáumst fyrst. Já. Og platan einmitt svona sagan okkar, og við ætlum að flytja fyrir ykkur lagið sem heitir Ég sá þig. Það lag eftir Ragnheiði Gröndal, og ég samdi textan þetta moment. Já, viltu segja þess frá því? Já, ég var á Glerártorgi Akureyrar að kynna fyrstu sóloplötuna mína, og þú varst að vinna í Dressmann. Þú varst svona þú varst svona á súlunni svona. Já, já. Súlumaðurinn, fylgjast með. Þannig að textinn fjallar þetta moment fyrir 20 árum síðan. Já, fyrir ykkur sem hafi kannski hort á þættina You á Netflix. Þetta var svolítið kannski, nei. Þetta samt ástarlag, sko. Þetta ástarlag. Já, ok. Já, það nú alltaf mjög ástofanginn sá maður. Lagið heitir Ég sá þig.
fyrst ég sá þig, vissi ég að þú varst minn. Þú stóðst þarna og horfðir, en ég of feimin að líta á þig. Þú hreyfðir þar við mér að ég skildi ekki neitt hvað það var sem þar gerðist, líkt og sólskinn eftir regn. Ég veit þú verður mér við hlið, ég veit þú verður mér við hlið, ég veit þú verður mér við hlið. Frá því fyrsti ég sá þig, vissi ég að þú varst minn. Þú söngst eins og engill, en samt svo feimin að líta á mig. Þú hreyfðir þar við mér að ég skildi ekki neitt hvað það var sem þar gerðist, líkt og sólskinn eftir regn. Ég veit þú verður mér við hlið, ég veit þú verður mér við hlið, ég veit þú verður mér við hlið. Takk fyrir. Og seinna lagið sem við ætlum að flytja, það gamalt lag síðan 90 eitthvað. Þetta var svona aldamóta kynslóða. 99, 2000. Já, þetta gamalt lag frá Land og sonum. Ég veit að kannski fermingarbörnin vita ekki kannski hvað það en allavega foreldrar ykkar vita hvað hljómsveit það Jú, hann heldur sig vel á marka, hann Hreimur. Hvað eru margir sem fóru ekkert sveitabál með Land og sonum, veitinni? Sko, vissi það. En hann Hreimur, sem orðinn bara góðu vinnur okkar í dag, hann semur þetta lag og texta. Og þetta talaði eitthvað til okkar. Já. Og lagið heitir Dreymir og við breyttum því svona í duett. Gjörðu svo vel. Myrkrið fer hverfur úr huga mér, þegar þú brosir blítt til mín, ég dag hver dvel hjá þér. Í ímyndun ég ávallt sé, það þú sem mig dreymir ég þig elska vil og þrá, því mig dreymir allt þig, þín ást, og mig dreymir öll mín tár niður vanga þinn, og mig dreymir bara þig. Ég vakna yfir þig að mig dreymi þig. Ég vil sjá, ég vil horfa þig, geta haldið utan þig, því mig dreymir allt þig, þín ást, og mig dreymir öll mín tár niður vanga þinn, og mig
sért þú. Og mig dreymir allt þig, þín ást. Og mig dreymir öll mín tár niður vanga þinn. Og mig dreymir, og mig dreymir, og mig dreymir bara þig, bara þig, bara þig. Takk fyrir okkur. Sjáumst 28. maí í salnum. Takk fyrir það, elsku Regína og Svenni, og þau eru alveg ómetanlega hérna í starfinu hjá okkur í Lindakirkju. Mér langar svolítið að koma að, sorry. Ég fæ aldrei að klára sem ég ætla að segja, ég er líka vanið því, sko. Joke. Og var einhverju sunnudagaskólanum í morgun? Þið þurfum nú að fara að laga það, krakkar. Nei, þar var ég að segja, sko, ég fór með söguna, hérna dæmisögu fyrir krakkana. Og að því hún var að tala sko, þegar við hittumst í fyrsta skipti, hún sá hérna mann út í súluna, hún vissi ekkert hvað þetta var. Svo nokkrum mánuðum seinna hitti ég henni í Sellanum og þar kynntust við. Svo fór að bara þegar ég kynnumst og svoleiðis, þá fyrir við að tala þetta, þá myndi hún eftir mér. Þarna var ég eins og í dæmisögunni, en dæmisaganum sko sáð mannin. Ég var að sá fræjum. Ég fór að hugsa mig þetta á, ég verði að segja bara þessu. Já, beint í moldinum þessu. Akkurat, og hafa borið mikinn ávöxt. En það er komið að því sem við köllum yfirleitt predikun, og ég ætla svo sem ekki að tala lengi, krakkar, en mér langar aðeins að segja ykkur frá því, þegar ég fermdist, að þá tók ég mikinn þátt í starfinu í Árbækirkju, þar sem ég fermdist 1994. Og það var svona æskulýsfélag, þar sem svona eins og úlingastarf, þar sem við gátum komið, og ég og tveir af mínum bestu vinum, við fórum alltaf, öll sunnudagskvöld, og okkur fannst ógeðslega gaman. Og svo gerðist það að presturinn og svona ungur leiðtogi með honum, þeir ákváðu að við skildum sofa í kirkjunni eina nótt og vera með svo kallað biblíumarathon. Þá áttu við sem vorum, einhver svona 40 manna hópur sem mætti alltaf, að skiptast á að lesa á biblíunni í korter, og svo tók næsti við í korter, og svo gáttum við bara verið niðri, og þar voru pítsur sem við fengum, og við vorum að horfa á vídeospólur sem þá voru, sko, og höfðum það ótrúlega skemmtilegt. Og við söfnuðum fyrir mæðrastyrksnefnd, og á þessum tíma þá söfnuðum við einhver 180.000, ég hugsa að sé svona eins og 600.000 í dag, þetta var bara mikli peningar sem við söfnuðum, og það tóku margir eftir þessu, að við vorum að safna meðal annars fréttirnar, og fréttirnar mættu og tók upp og sagði bara úlingar úr Árbækirkju söfnuðu 180.000 og eitthvað, og þetta var þannig að margir sá þetta. Og við mann þegar við komum tilbaka, þá vorum við vinnir bara, þetta var eitthvað skemmtilegt sem við hefum gert, að við vorum með fullt af skemmtilegu krökkum, og svo fengum við líka smá fræðslu biblíuna, en þurftum bara að lesa í korter eins og sér, og svo fórum við niður. Nema hvaða einn aðal töffarinn í skólanum, sem ég hefði fótbolta með og svona, hann kom og horfði sig á mig og sagði, þegar hún bara býð eftir strætó, og sagði, hei Gunni, ég sá því í fréttunum helgina. Og ég bara svona, já, svona smá stoltur. Býtu, varst þú í einhverju biblíufélagi eða? Og ég man að svona, ég svo, það er ekki töff. Og svo ég svona, þorði ekki að segja hvað mér hefði þótt gaman. Hann bara, já, ég kíkti eitthvað þarna maður. Það var ógeðslega leiðilegt, sko. Bara já, það var svo skrítið, en þá hafði ég líka kannski frá hans sjónarhorni, þá leit út fyrir að þegar fréttirnar komið og sagði, heyrðu, við þurfum að fá ykkur öll upp í kirkju og þeir að sitja á kirkjubekkjunum og þeir eru að hlusta, þannig að það gat kannski virka fyrir þann sem ekki vissi, eins og við hefum bara setið í 24 tíma og hlusta á biblíuna, en það var ekki alls ekki þannig. En ég man hvað ég var svektur og hugsaði þarna þegar hann var búinn að strætum á farin og við vorum að fara sitt hver áttina, bara, af hverju sagði ég honum ekki
og útskýri hvað það var gaman. Af hverju þorði ég ekki að vera ég sjálfur? Af hverju sett ég bara með einhverja grímu og hugsaði, hvernig vill hann að ég sé? Ég ætla að láta lítið út fyrir þetta hafi ekkert verið skemmtilegt. Af hverju Guðni þorir ekki að vera þú sjálfur? Og ég svona ákvað svolítið þarna að reyna alltaf frá þessum tímapunkti að segja það sem mér finnst og útskýra hvað mér finnst skipta máli. Og það eitt af því sem við reynum að fara yfir í fermingarfræðslunni, að við erum ólík en við erum öll eins, við erum engin eins og það engum til meins á það að vera. Það að segja, sama hvaða áhugamál við höfum eða hvernig við erum, þá höfum við öll jafnan rétt, bæði í augum Guðs og eigum líka að hafa í augum náungans. Við eigum að fagna að við erum fjölbreytt. Og þegar við lesum síður Biblíunnar, að þá er svo ljóst að Jesús mætir fólki eins og það er. Og það sem ég finnst svo gott og það sem ég lærði þetta ár í Árbænum, fermingarári mitt, var meðal annars það að maður ekki einn á ferð. Þegar mann líður illa, þá getur maður beðið til Guðs og fengið styrk þaðan. Ég lærði líka að í Biblíunni eru fullt af sögum og spakmælum sem geta hjálpað okkur í lífinu. Meðal annars það sem að Dís var að lesa og Gummi áðan. En líka bara að bænin, þegar maður kvíðinn og þegar maður lítill í sér og líður ekki vel, þá svo gott að geta sleppt áhyggjunum sínum og bara Guð, getur þú hjálpa mér í þessu verkefni? Þegar mér finnst ég vera lítill, getur þú þá sýnt mér að ég stór. Þegar mér líður illa, getur þú veitt mér huggun og svo framvegis. Það eitt af því sem trúin gerir. Og ég var svo glaður líka nokkrum árum seinna því að ég og vinur minn, við héldum svo áfram í Árbæjarkirkju og fórum að sjá þetta unglingastarf og vorum nokkrum árum seinna með svona biblíumarathon. Og þá kom aftur þessi vinur minn úr fótboltanum og skutlaði systur sinni sem að þá var 4 eða 5 árum yngri en hann. Og ég man hvað mér leið vel þegar hann kom og sagði, Gunni, ég að skutla henni, ég vildi bara vita að þið að gera frábært starf hérna. Henni líður svo vel í starfinu og þetta svo gaman að kirkjan sé að gera svona jákvæða hluti. Og þá gæti ég líka eins útskýrt fyrir honum hvað starfi snerist Og boðskapurinn við eigum að þora að vera við sjálf og við höfum rétt á því að vera eins og við erum. En við ætlum líka aðeins að sýna ykkur smá myndband sem kemur hérna upp, sem aðeins úr fermingunni. Við endum alltaf fermingarnar á Happy Day því að það mikill gleðidagur þegar maður búinn að fermast og það hún Áslaug sem syngur ásamt kórnum okkar og það hérna nokkur brot úr fermingarferðalaginu í Vatnaskó sem kannski hápunkturinn og fleira til. Bara ég segi gjörðu svo vel. Góði farþegar, velkomin um borð. Guð Faðir, Sonur og Heilagur Andi, blessi þig og varðveiti í skírninni þinni. Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Verð þú trú allt til dauða og Guð mun gefa þér lífsins kórónu. Friður sé með þér. It's a happy day. Lord, it's my happy day. Oh, it's a happy day. And I'm singing, I'm saying, I'm looking, I'm praying on a happy day. Oh, Lord, on a happy day. Oh, Lord, on a happy day. And
Og þá ætla kórinn að syngja fyrir okkur. Eins og þið sjáið þá kórinn afskaplega vel útitekið núna, hafa ekki tekið eftir því, svo brún. Við vorum að koma á tónleikaferðalagi frá Madeira, heldum þar tónleika fyrir fullri kirkju og án gríns. Við sungum í flugvélinni á leiðin út og flugstjóri var svo ánægður að hann auglýsti tónleikana okkar borð í flugvélinni og kirkjan fylltist af Íslendingum og alls konar fólki. Og við sungum meðal annars á portugalsku og alls konar okkar lög. Og ég ætla að nota tækifærið svo ég gleymi þið ekki eftir að við ætlum að halda tónleika. Ekki sama kvöld á Regína því að þau eru á afmælisdaginn minn, 28. maí. Við verðum 29. Þannig að þið takið þessa viku frá, þá ætlum við að halda geggjaða tónleika hér með hljómsveit og verðum mikið stuð. Og við erum mjög duglega að halda tónleika. Lagið sem við ætlum að flytja núna eitt af lögunum sem við syngjum líka í fermingunum alltaf. Við erum búin að gera það núna í allavega 8-9 ár. Og Gummi Kalli, sem var hérna fyrstur og kunni ekki versið utan að áðan, nú munið allt eftir honum, hann samdi þennan texta við þetta yndislega lag og við ætlum að fá að flytja þetta fyrir ykkur hér. Og miðasalan fer bráðum í gang á tix.is eða eitthvað, þið fylgist með.
Já, við erum svo heppin að hafa hennan frábæra kór og svo líka barnakór og úlingagospelkór og þið getið öll tekið þátt fermingarbörnin á næsta ári í úlingagospelkórnum ef þið viljið, það sjálfsögðu bara tilboð og meðal annars hefur hún Diljá sem að fór nú í Eurovision, hún byrjaði söngferil sinn hér í úlingagospelkórnum og svo leið nú ekki á löngu og hún var tekin inn í þennan kór og syngur oft með kórnum líka. En nú alveg að líða að lokum hjá okkur, það hins vegar komað því sem að kallað bænastundin í messunni og hérna í Lindakirkju þá höfum við það þannig að meðan það sungið lag þá getur maður annarkvæmt beðið bara því sem maður vill biðja fyrir. Þeirri bæn getur maður beðið til Guðs úr sætinu sínu. Það má líka standa upp og það svona bænaraltari þarna við vegginn. Þar má kveikja á kerti ef það kannski einhver einstaklingur sem maður veit að er veikur eða líður illa eða maður hefur áhyggjur af. Eða maður vill skrifa niður bænarefni þá má gera það undir þessu lagi. Og við syngjum lag núna sem heitir Eigi stjörnum ofar undir bænastundinni. Guð, takk fyrir að fáum að koma hér saman í þínu húsi og biðja til þín. Á þessari stundu viljum við biðja fyrir öllu því sem á hjart okkar hvílir og við höfum áhyggjur af. Við sérstaklega biðja fyrir þeim sem syrgja og sakna. Við biðjum fyrir fermingarbörnum þessa vetrar og næsta vetrar sem hafa mist og syrgja og sakna svo sárt. Við biðjum líka fyrir honum Tómasi í hans veikindum. Við biðjum fyrir öllum þeim sem eigum sárt að binda. Við biðjum fyrir þeim sem búa við hungursneið eða stríðsástand. Opnaðu augu okkar fyrir því sem við getum gert til að vera ljós í þessum heimi. Svo segjum við saman bænina sem Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá byrjum við ykkur á nýjan leik sem auðvelt með að rísa á sætum við þiggjum hérna drottinlegu blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og þá fáum við gamlan gospelslagara, Lean on me. Við skulum fá okkur sæti og svo ætlum við að biðja ykkur sem eru komin líka á fundin og fermingar að sitja áfram en aðrir kirkjugestir geta svo gengið út eftir lagið. Og við verðum með stuttan kynningafund og svörum spurningum varðandi fermingarnar.
Takk fyrir. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. But if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride if I have things you need to borrow. For no one can fill those of your needs that you won't let show. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call on your brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Thank you. Takk fyrir þetta kór Lindakirkju og Gísli og Palli, við erum ekki búin að þakka honum fyrir að plokka bassan hérna í kvöld og Óskar er náttúrulega dásamlegur og það var svo gaman hann út á Madeira. Það var eitt prestur, hann sagði ég hef séð alls konar kórstjóra, engan eins og þennan, hann er eins og þyrluflugstjóri á píanóinu og það er líka þannig, það er þó maður sé heyrnarlaust, þá er bara gaman að horfa á hann á tónleikum sko. En við endum alltaf messur á að segja þessi orð hér, förum í friði og þjónum drottni með gleði. Já, gerum það. Og þá er messunni formulega lokið, við byggjum ykkur að hingra við út af fundinum sem hefst núna bara strax á messu lokinni.